Já, komið sæl, áhorfendur góður, þetta eldhús meistarana. Heyrðu, við ætlum að sýna okkur í þessum þáttum núna, kannski 2 þætti, með honum hérna Stjána í Mosó, dagur í lífi fisksala. Jú, það er rétt. Þú heitir bara réttu nafni. Já, Kristján Magnússon, er með Mosfellsbænum, fiskbúðina. Já, og þú kallar þetta? Fiskbúð Mos, já. Heyrðu, ég hafði nú gaman að því ég er búinn að þekkja Stjána svolítið, að því ég er að kaupa hérna á fiskmarkaðinu líka. Alltaf hress. En akkur er þetta ekki svona gamall og hókinn, gamall fiskisalur, þú ert ungur og sprellur? Já, ég man eftir þeim líka í gamla daga. Þeir voru einhvern veginn eldri, ég veit ekki hvað það er. En þeir eru kannski að einhver að deyja út svona, þessi eldri. Og nýjir ferskir að koma inn. Og líka, við ætlum að reyna að segja hlustundum frá svona, þú veist, fjölbreytninni og fiskbúðir hafa breyst svolítið núna seinustu 5 árum, eða ekki? Jú, ég man bara eftir þegar maður var að keyra í gamla daga með afa hérna, þá var oft svona bara illa að skrifa skilti í vegkanti, grásleppa til sölu eða síðan, eða þú veist hvað sem er, og gamall bíll með kerru út í vegkanti. Og línuísa. Já, línuísa. Línuísa. Já, þetta er breyst og það var allars helst heill fiskur orðið, sko. Það kemur eitt bein í fiskrétti þá er komið á kvarta daginn eftir, það má ekkert vera bein í neitt. Það má ekki, Íslendingar ef þeir sjá bein, þá bara borða þeir ekki fiskinn. Nei, þeir borða ekki í viku eftir fisk. Já, og missa matarlyst. Já, traustið fer, það er smá tíma, en það kemur ekki átt fyrir, auðvitað getur það gerst. Þú ert nú ungur maður, en þú manst eftir hérna ferskorninni í Ísu. Já, ég verða að viðurkenna það, ég geri það ekki. Nei, en gerður það í gamla dag? Nei. Var það gert á þínu heimili? Það var ekki mikið, það var Ísa í raspi bara það, pabbi var ekki mikill fiskmaður, en ekki mikið af því, sko. Nei, amma kannski, jú, það var eitthvað þar. Jú, sér það, þetta er einmitt áratöku, þetta er kynslóðin. Maður er að selja kannski... Ferskorin ísa, en þú selur stundum heila ísa, eða ekki? Jú, það er kannski 1-2 viku með að þetta var einhverju 100 kíló áðurferð í búðunum, skilur við. Þetta er miklu meira svona réttir, hvað sem er, tilbúð í ofninn. Já, ég spyr mömmu gömlu hérna sem er 76 ára, einu sinni 2 ári, þá kem ég með ísu, getum við ekki fengið eins og í gamla daga. Mér finnst hún óbóðslega góð, soðin í beinunum, en það kostar það, maður þarf að hreinsa beinin. Já, það er bara að hreinsa úr munnunum, en það ekki bara með maður að tyggja. Þetta er veldig svolítið, Heyrðu, en við ætlum að fara yfir þetta, við ætlum að fara í fiskibúðina þína og svo ætlum við að sýna svona helstu tegundirnar og við ætlum að flaka og við ætlum að elda eitthvað smávegis, sjá bara hvað við komast yfir. Og hérna, þú ert í Mosó og þú segðu mér svona bara góður dagur svona í lífi fisksala. Hvernig, hann byrjar að stemma? Já, hann byrjaði mitt, þá er maður hérna komin hingað kannski á mánudegi klukkan 4-5 á nóttinni. Akkurat á þennan svæði hérna, mætir oft fyrstur með lykla á húsinu, það er einstaklega góðir gæðir hérna á fiskmarkaðinum. Maður veður hérna inn og tekur sama fiski sem maður er búinn að kaupa, kannski á laugardaginn og það er keypt á fiskmarkaði og hvar sem er á landinu, keypt kannski, við getum kannski farið yfir það betur seinna. Já, við ætlum að sýna það einmitt, en þá kemurðu og nærðu í fiskiðinn og þú bara handflakar þetta. Handflakar þetta allt og róðrif og beinhreinsa og sjoppa niður í rétti, róða beinlaust og sýta í borðið. Bittur og lór. Segðu mér hérna, hlutfalla er ennþá mest seld af ísu? Það er ennþá mest seld af ísu, sko, það er alltaf þannig. Og þá kaupir þú náttúrulega mikið henni? Já, mest af henni og svo þorskurinn er að sækja vel á, fólk er að koma meir og meir í þorsk líka, það er bara gott, sko. En segðu mér hérna, þú veist, er það þá mest róðlaus, beinlaus ísa? Róð og beinlaus ísa, ísa í raspi, það er rosasal í því. Já, og þá kannski frekar á mánudögum og þriðjudögum mesta fiskisalan? Já, mánudögum og þriðjudögum, sko, já. Algjörlega, svo svona, það er mest á og svo er kannski, orðið betra seinnipart viku í fiskbúðum heldur var kannski út af þessum réttum, myndi ég vilja segja, sko. Það er svona orðið meiri flóra, fólk byrjar í soðningu, fer í steikingu, það fer í obfisk kannski seinnipart viku og svona, sko. Já, og svo fer í helgarnar kannski á sömurinn og þá fer það að grilla. Já, laxinn, og lax selst rosalega hérna orðið, lax og bleik, alveg rosalega. Og grillað mikið lax og bleiki og fiskispjót sem maður er með á sumrinu. En þú ert með eins og til dæmis þorskinn, setur hann í rasp eða fiskrétti? Nei, það er einhverjir sem biður það, þá ger ég það bara, skilur. Já, bara eftir hendinni. Ekki kannski með það stand-by í borðinu, sko. Er einhver munur á þorsk og ísu?
Já, mér finnst þetta ísubragð bara svo sérstakt, skilur. En svona, ég myndi segja að þorskurinn væri svona meiri matreiðslufiskur, skilur. Það er svona aðeins meira bragð, kannski ísubragðið þarna. Þú veist, ég segi þér, þú veist það náttúrulega. Já, og meina, fyrir svona 10 árum, 15 árum síðan, þá mátti eiginlega ekki bara elda þorsk fyrir Íslendinga. Nei, bara í mötuneytum og alls konar og meina, þú ert líka útvegað fisk í mötuneyti. Hvað er algengastu fiskurinn þar? Ég til dæmis, það er allur gangur að ég sé á, þessi sem ég er með, hann er að taka hvað sem er og oft hringir hann í mig og spyr hvað hann getur verið með og ég redda því bara. Já, og þá er það einmitt sniðugt, þá tékkar á því markaðnum hvað er til. Og mitt gott framboð er bræla, þú veist, stundum er uppboð í klukkutími, stundum er það 5 tímar eftir hvað er mikið framboð. Veðrið hefur alltaf að segja með það. Já, heyrðu, og svo ertu búin að kannski hreinsa fiskinn klukkan hvað? Já, allir ég byrja ekki að flaka, 6, 7, maður vill hafa borðið alveg tilbúið klukkan 10, 11. Hérna upp í Mosó? Já, byrja ég hérna 4, 5 og flakað og róðrifið og þetta er hellingsvinna síðan hefur tómt borð svolítið langt, sko. Sitja í allt og bæti rétt, gera réttina, þetta er hellingsvinna. Við erum 2 hérna frá á morgnana þá, svo bætist 3 við þarna upp úr 2. Já, svona byrja meira í sala svona nær kaffinu kannski og upp úr því náttúrulega. Og segðu mér í Mosó, hvað búa margir þar til dæmis? Þú ert eini maðurinn þar? Já, eini með fiskbúð, sko. Já, ég er uppalinn þarna, þetta er breyst mikið, þetta er öðru hvora megin við 10.000 manns, skilur við. Já, það eru 10.000 manns. Já, þú veist, svo er maður að telja þarna Kjalarnes í Kjósin og þetta er svona nærstaðir líka, sko, sem koma. Og Akranes er að koma mikið tíminn og þeim er skrítið að koma í landbúnaði hérna í Mosfellsbæ að kaupa fisk. Já, og fólk sem kemur á Akranesi, skilur við. Já. Sem að vill nú meina að ætti að vera þar fiskbúð líka. Já, og fólk að hérna líka að fara í sumarbústaðinn og stoppa hjá þér í leðinni. Það gerir á sumurinn. Og bara ferðalangur, ég er á þannig, sko, allt að gerast. Allt að gerast hérna. Það er einhvern að vera ekki fyrir hérna þegar keyra. Nei, áhverjum góð, við erum stadd núna á fiskimarkaðunum í Reykjavík. Hérna koma í með fiskurinn, hérna kemur hann sem maður kaupir og mann er í hann, eins og við fórum yfir á hann. Já, en yfir sumrið, það kemur þetta hjólísafólkið og þetta sem er að ferða líka af því að maður er á þessu plani eins og við sjáum seinna kannski þarna í Krónukjarnanum í Mosó, hliðin á líka góðu bakaríi, sko, Mosfellsbakaríi, sko. Já, þú ert við hliðin á Mosfellsbakaríi. Já, sem er mjög vinsælt. Já, og Krónunni hérna frá sem og þannig þú ert í Vesturkjarnanum hérna í, og það er mjög vinsælt staður. Algjörlega, mikið af fólki þarna. Heyrðu, ætlar að vera fisksalið þangað til þú deyrð? Já, ég vona það, þetta er gaman, þetta er gefandi, ég veist það. Þetta er fjölbreytt, það verður ekkert fjölbreyttara. Verður ekkert fjölbreytt? Nei. Og þetta er lifandi og skemmtilegt. Já. Heyrðu, við ætlum að koma inn betur á eftir og sýna ykkur úr búðinni og meiri svona skemmtilega hluti. Takk fyrir! Takk. Komið sæl, við erum stödd hjá Stjána núna bara í fiskbúðinni og hann ætlar að flaka svolítið fyrir okkur og segja hvernig þetta er gert. Er það ekki, Stjáni? Jú. Og hvað er þetta? Hérna er línuísa. Það bestu gerð, heit og fín ísa. Sýndu ísuna í myndavélina líka svona stóra og fín. Heyrðu, sérðu hvað hann stífur bara, hann bara... Þetta er bara, maður fær vatn í munnin. Vatn í munnin, já. Þetta er vinsæliti fiskurinn. Algjörlega, vinsælasti fiskurinn. Já. Og þú ætlar að... Róðabeinlaust, næturseltað, rasp, þetta er allt. Þú ætlar að flagga þetta? Flagga þessa. Hefur gert svolítið þessu? Já, ég hef ekki töl á þeim, en það er ansi mikið. Kannt að flagga? Já, eitthvað aðeins komið við. Það kemur í ljós. Ég ætla að vona að ég skeri mig ekki í beinni útsendingu. Þetta er kannski ekki alveg beinni. Við skulum pröfa. Já. Svona fyrir við. Ég flagga yfirleitt ísu. Já. Það sagði þig, Maggi minn. Já. Bara beinlausa, skilur við. Já. Ég sé ekkert flög með beini, skilur. Já, en þú lætur sem sagt beingarðin vera í. Eftir, já. Svo getur ég bara snöggur hérna, róðrífa þetta þessum að róða beinlaust, þetta gerist svo mjög hratt. Já. Svo stundum er þetta að fara í hrognin. Já, taktu þú og sýndu þeim aður. Hérna þau, sko, þetta er mjög veist og ís. Notaðu bæði ísunni og hérna. Ég læt vita ef það er ísurhrognin fram í borði, en mér finnst þú betri. Ísurhrognin, ég veit ekki hvað það er þetta ísuteist, bragð, eitthvað. Núna við erum að taka þetta upp í apríl
er það ekki? Og þá hrognin flott og fín. Já, þeir eru svona, já, það einhvern veginn, það byrjaði milli jól og 9 sko hrognin. Það svona undir það síðasta, það svona, þetta að vera búið. Eigum við þá ekki að róðrífa að segja hvernig þú gerir þetta? Já, þú taka róðrífuna bara, það ekkert mál. Nei, taktu þá þennan, bara klára þennan. Ég klára þessa, ég með annan hníf hérna sem að fer í það. Allir að sérstakur hnífur í hvert hérna maður. Já, að sjálfsögðu. Þetta bítur hjá þér sæmilega? Já. Það þýðir ekkert annað maður, sérðu þessu. Svo lykilatriði finnst mér í þessu. Ég veit ekki hvað en oft flakaði fiskar í vélum og svona, hann laus hérna að sjóða fisk sem að þú getur tekið upp hann opnast allur. Hann smaukast svo innanfrá. En að sjóða fisk sem vel flakaður, sléttur og svona og heldur sér stífur, hann síður svona eins og þekkir utanfrá og verður svona quality bragðið af fisknum eftir, ekki bara mauksóðið eins og frá sumum búðum. Nei, ég veit það, það djók alltaf. Nei. En þetta róðrífa. Róðrífa. Hendur þessum frá og... Hendur þessum frá, við förum hérna í gula hnífinn. Hann alveg svakalegur síðan. Og þetta notaru í hérna, skal ég segja þér, þetta notaru í bara róðlausbyrju. Þetta bara vinsalisti fiskurinn hérna. Taktu eitt líka? Já, vinsalisti fiskur, ekki spurning. Þetta er number one. Number one, þetta er svaka falli ísæsk. Og þú notar þetta í Ísauður raspi og er þetta búið rétt úr þessu líka? Ísur rétt, já. Ég er með hérna eitt sem má ekki vanta í borðið. Og hvað er það? Karri kókos heitir hann. En þegar þú tekur í rasp? Karri mango, já. Já, en þegar þú tekur í rasp, tekur þú aftari stykkin eða bakastykkin? Já, ég tek allt flaggið bara. Allt bara flaggið? Já, það liggur þannig. Þá er maður bara hérna, þú veist. Þetta er bara svona jafnóðum maður. En annars ertu með flökin bara heil í. Er þetta svona medium ísa? Ég myndi segja að þetta væri stærri ísa. Er þetta graðísa? Nei. Hvað er graðísa? Áttu hverju er þetta graðísa? Já, það er alls konar. Það eru svona, mér finnst að vera þessar hórísur, risastórar svona hórísur, já. Er til hórísur og graðísur? Já, það eru hóraðar oft, mér finnst að vera graðísa, en það aðrir sem segja að ég ekki sammála mér því. Þessi er milli, þessi er ekki mjög stór og ekki mjög lítill. Nei, 2,5 kíló ísa, eitthvað svoleiðis. Það er uppáhaldið. Eða kíkja á meira? Já, kíkjum á meira. Hendum þessu í og sjáum hvað þú ert duglegur og klár. Já. Og ef við ekki að taka bara þorskinn hérna með sínist að. Þorskurinn. Sjáu þið hérna. Allt saman tilbúið að gera borðið. Þetta bara býður spennt hérna eftir hnífnum. Já. Flottur þessi maður. Sérðu hérna. Hrinnastífur. Sérðu hérna hausinn. Hérna er gellan yfirleitt. Já, getur ekki tekið hann. Já, ég er nú ekki með gogginn eða, nei, ég hugsa ég... Ok, allt í lagi. Já, við sleppum því í dag. Hérna ég skeri mig þá. Hérna er gellurnar. Já. Kinnin hér. Ok. Já, það er svona... Það var sérgræjur í það. Algjörlega. Það er sama með þennan. Þú sleppir hérna beinunum. En er fólk eitthvað að kaupa eins og í gamla daga þunnildi og svona? Ég man maður ekki að fætt þunnildi í matinn hérna í sveitinni. Það eru suma sem vilja fyrir kettin og eitthvað svona. Já, svoleiðis ekki fyrir manneldi. Nei, það er ekki byrjað. Hvað er þessi þorskur stór til dæmis? Þessi er eitthvað 7 kíló, 8-7 kíló. Já, svo stór? Já, svolítið. Já. En það er rosalega vinsælt með þorskinn. Það eru hnakkarnir. Hnakkarnir, það er þorsknakkar, þetta, og það vita allir Taktu bara eitt flagg hérna og sýndu okkur eitt flagg hérna í bara. Já. Sýndu okkur hérna hvernig þú tekur þorsknakka til dæmis. Já, við bara klárum þetta alveg. Hérna snirti ég það aðeins, sko. Já. Svo fer guli aftur. Hvað er guli? Hann er hér. Hann er kominn hérna. Gjörðu svo vel, þakka þér. Já. Og róðrífi ég. Og þú setur þetta ekki til róðrífi vélar eða neitt, þú gerir þetta handmade? Já, þetta er allt. Höndin er best, en þetta er ekki það mikið að þú veist, hún tæki nú. Svo ertu með svona ljós í borðinu og þá sérðu. Það er lykilatriði, finnst mér. Er svolítið að hringa orðum í honum? Já, ekki það sem ég vil meina að ég kaupa hann mikið hérna Grindavík, Höfn í Hornafirði. Já. Það er engin ormur það? Nei, hérna á sunnanmegin. Já, nei, það er svona á stóru fiskstaðan, það er mjög litla líkur á því. Mjög litla líkur. Og þess vegna ef það er, þá fer hann ekki fram hjá mér. Já, sérðu hérna, þetta sýndu nú þetta stykki hérna í... Já, ég ætla aðeins að skóla hérna, því að maður er ekki akkur með vatni hérna. Þetta er svona uppstilling hjá okkur smá hérna. Já.
þarna stykki. Já, þetta þorsksnakki. Já, sem alveg, það bara svona tísku fiskurinn í dag. Já, ég myndi segja, já, þetta mikið. Já, og maður heyrir þetta mikið í auglýsingum og svona. Það þorsksnakkar í hérna og þessu og flottum veitingastöðum fá þorsksnakka. Pínu léttsaltaðir eitthvað borðið fram með. Og hvað gerir þá, ef þú hendur þessi hérna, hvað gerir við restina? Já, þetta þorsksnakki, svo tek ég hérna, þetta beingarðurinn. Já. Hann bara hérna, þetta bara í beinin, í minkinn, eins og að segja. Snýi við, svo tek ég hérna þunnildið. Já. Og hvað nærðu út úr þessu? Hérna erum við bara með í þorskrétt, til dæmis læm og kóríanderréttur hérna, mjög vinsæll. Saxa í svona grófa bita, græja það. Og setur þá svona marineringu? Marineringu í bakka, marineringu í. Algjört. Þú varst að snúðunum við hérna. Oddfiskur. Hann ekki rosalega stífur og fýtt þegar hann svona handgerður? Algjörlega. Þessi mjög flott vara. Heyrðu, eigum við ekki að... Rúlla í gegnum þetta? Já, rúlla, eigum við að fá einn fisk en þá? Já, alveg til. Já, þú ert nú sæmilegur í þessu, þú ert eins og þú hafið gert þetta áður. Þú sért nú unglamp, ha? Já, maður nú að detta í 44 ári næstu. Já. Hvað er þú að taka? Steinbít? Já, flottur. Er það þetta gaman? Jú. Steinbít eða hlýra? Nei, steinbít. Þú ræður þessu. Er hann hóraður þessi? Komin ykkur tími? Nei, ég valdi hann fýtt. Hann svona stundu núna. Hann góður hérna mat. Já, þessi alltaf í lagi. Já, mjög flottur þessi. Hann fallegur þessi. Svo mikið atriði í flökun, í nýting. Á ásgrundvöld, ef þú ert með lélega nýtingu, það telur rosalega. Það taka alltaf beinunum, það ekki að henda mikið af fisk á beinunum í minkinn, eða þú veist, þetta fer náttúrulega í mink, svona í fóður. Hérna eitt flaggi á, tökum maður bara alveg. Ferlegt að lendi í að flagga og lendi í öngul, þá búið dæmi, þá þarf bara að leggja alveg upp hún í það. Og þá að leggja lífin á aftur? Aftur, alveg. Það ekki nóg stála. Svona, þetta allt bara, það ekki hægt að gefa, ég veit það ekki, engum að borða hérna, ekki fisk sko. Það ekkert eftir. Heyrðu, eigum við að róðrífa eitt á og það nú oft það líka. Og tekur þetta niður í steikur eins og... Já, og sýningu hvað beingarðurinn nær alveg hérna. Já. Klárum þetta bara, alveg niður rætur. Þá róðrífum við hérna. Það út rosalega lengi að róðrífa, ég sé með hann fljótari. Er það? Þú ert að æsi mig upp, þú baðst með að vera rólegur. Sérðu þau? Það þýðir ekkert að æsa svona keppnismenn upp eins og mig. Það verði alveg kolvitt. Já, sjáu þið hvað hann fallegur. Sjáu beingarðurinn, hann næri svo langt niður hérna, eins og þorskum á hann. Hann var rétt niður fyrir þunnildið. Hérna beingarðurinn kominn alveg hérna. Þannig að taka hann alveg saman. Sjáu, hvað það hendur þetta hérna? Bara hellingu sem hann fer. Þetta bara beingarðurinn. Hérna erum við konið með þetta, beinlaust og róðlaust flagg. Þunnildið, hendur við. Og síðan, hérna erum við konið, ýmsa möguleika. Þetta í borðinu, þú selur þetta í svona stykkjum. Já. Hérna kannski nakki. Ég veit nú alltaf taka þessa rönd af hérna, Maggi, ég veit ekki. Það svona fiturönd hérna, sumir vilja það. Já, þetta svona snirtilegra börn og sölur vanlega. Þetta svolítið svona sterkjaður, það svona ég vil til hlaðast fólki. Svo, þetta flottur steinbítur. Og þú selur þetta í steikum og í hérna rétti. Hvaða réttir í steinbít eru vinsælir? Hörðu, við erum búin að vera með hérna karrí læm. Og læm og smjörmarinering, þetta svona læmið svolítið gott í honum. En eru allir bara fisksalar með sömu mariningar, þá bara sama teistið öllu? Nei, öllu fisksalar? Nei, alls ekki, nei. Svo mismunandi, já, ég með leini, já, það engin með eins og ég, það bara þannig. Ert þú flottastur? Ég þori ekki að segja það upp. Við sjáum til, þú smakkar kannski hjá mig. Já, heyrðu, ég náði hérna viðskiptavinunum hjá honum Stjána í Mosó og hérna aðeins að heyra frá okkur hérna. Komið þið oft í viku? Já, við komum minnst að kosti 2 í viku og stundum oftar. Já, það nú ekki svona beint meðaltali og borðið þið þá svona mikið af fisk? Já, við borðum mikið fisk held ég. Hann bestur. Hann bestur, hann hollastur, bestur. En hvað helst takið? Hann með svo mikið úrvali kallinn? Já, við erum að kaupa hérna bara ýmislegt, ýsu í raspi og síðan ýmislegt sem hann búinn að útbúa. Við okkur, þú veist, æðist þá gott að fá okkur lax og bleikju og síðan hann með fínan humar og hann með dittun og dattinn. Og rúgbrauði. En til dæmis hérna, hvað fenguðu ykkur núna? Núna vorum við að koma að fá okkur silung og fá okkur rauðsprettu. Já, og þið ætla að elda silung í kvöld? Nei, þetta verður fyrir annað kvöld. Já,
Heyrðu, hvaða dagur í dag? Þetta Það 50 dagur í dag. Og þú kaupir fyrir 2 daga? Já, við svona erum stundum að undirbúa, það er ágætt að vera búin að undirbúa. Já. Heyrðu, þakka ykkur kærlega fyrir. Takk fyrir. Takk. Heyrðu, ég náði hérna kuna og hann ætlar að segja okkur frá hérna, hvað heitirðu? Ég heiti Viðar. Viðar, já. Heyrðu, og þú ert að kaupa lax? 3 flugg? Laxárflugg, já. Af hverju var lax? Af því hann er bara mjög góður og hvað ætlar að gera við hann? Já, ég er nú með fullt af fólki í mat og tengdapabba og þetta er það sem hann elskar alveg að ég eldi fyrir sig, það er lax. Og flugg, af hverju ekki heilt? Já, þetta er bara þægilegt og svona fyrir hann, ég var gamla mann og þetta er bara mjög þægilegt. Já, ég sé það, og þetta er bara besta sem hann getur fengið. Já, og þá náttúrulega gefa hann það. Hann tekur alveg fiskinn fram fyrir kjötið. En svona annar fiskur? Já, ég er með löngu og ýmislegt annað svona sem ég prófa. En svona gamla saltfisk og svona? Já, það er alveg toppurinn mjög, það er rosalega gott. Ég er mikið fyrir hennar gamla mat. Þú varst gamall kokkur kannski á sjó? Já, ég var hérna sjókokkur hérna í gamla daga. Þannig að þú þekkir þetta alltaf? Já, aðeins í landi líka. Þú veist hvað er góður fiskur? Já, ekki þetta matarreita svo marga við. Þú mælir með fiskibúðunni hjá honum Stjána? Ekki spurning. Þú sér það nú, ég er búinn að keyra hérna á alla leiðu Granda og hingað til að ná í fiskinn. Maður leggur leið á þetta. Takk fyrir. Já, takk fyrir. Heyrðu, við erum hérna hjá honum Stjána, hann er að kaupa fiskinn hérna eða ætlar að segja okkur svona létt frá því hvernig þetta er gert að kaupa svona á markaði. Já. Hérna er það. Þetta kemur hérna, maður sest hérna klukkan 1. Já. Þá byrjar uppboðið, þá snýst hérna bara verðklukka og á hvað þú vilt kaupa, hvaða fiskur er að koma, þorskur. Og þá átt þú inneign? Já, einmitt. Og þarna, já, er það ekki? Þú getur keypt fyrir eitthvað sem þú átt einmitt. Já. Getur lagt inn, og hérna eru hérna boðin, það getur verið alveg frá 1 kílói upp í 5 tonn? Upp í tonn, já, 20 tonn. 15 tonn, já. Það byrjar hérna uppi, svo kemur þetta rauða línan, það er fiskurinn sem er í boði. Ég ætla að kaupa hann. Og þetta tekur hvað langan tíma svona? Þetta getur verið klukkutími, 4 tímar. Já, eftir hvað er mikið frambúð. Það er bara frambúð, þetta er allt landið, allur hringurinn. En þú kaupir náttúrulega minni hérna partana? Já, maður svona skrýður 1 og 1 kar að ísunni náttúrulega, ísan er mikið, þá kaupir maður kar að því oft fyrir mánudagar sérstaklega. Og langast, þetta er slattið sem fer hérna, algjörlega. Og eins og hérna ertu búinn að kaupa keilu, steinbít, bleikju. Já, hnísa, það var einn hnísa. Flott. Á grillið, það er rosa góðu fiskur á grill, það er ekki mikið af henni. En svona ferðu aðeins, en segðu mér hérna, þú ert að kaupa Húsavík og Akranesi og Vestmannaeyjum. Akkur Borgarfirði eystra. Já, velur þetta þá bara eftir bátum eða út af? Já, svolítið bátum, algjörlega. Og maður er farin að kaupa svolítið að sömu bátum. Þú veist, þessi er alltaf með Bessi eða Jón, eða þú veist, maður veit hvað maður er að fá. Já, og líka hérna, er þetta ekki líka, skal ég segja þér, þú ert bara með línu? Ég reyni það algjörlega, línufisk bara út í 1. Þá er það besta? Algjörlega, sko. Ekkert, bara flottasta holdið og ónhjaskaði fiskur. Það er best? Já, það er best og það er pikkið að það sé blóð aðeins á holdið, það vill ekki það flagg, það vill þá hvíta flaggið. Já. Heyrðu við bara svona smá innsinn inn í hvernig maður kaupir fisk hérna á netinu? Já, þetta er bara að byrja hérna, eins og ég segi klukkan 1 og þá byrjar að rúlla hérna einhver dala og ég ætla að kaupa, þá ítum maður bara hérna. Takk fyrir! Takk fyrir.